Góða kvöldið og velkomin á Vesturland. Í kvöld ætlum við að hitta Gussa veghefilstjóra í Stykkishólmi. Gunnar Tryggva sýnir okkur gamla rétt í Ólafsvík og Hinni Rakar á Akranesi ætlar að klippa fyrir okkur. En byrjum hérna í Steinsholti í Hvalfjarðarsveit og kynnumst hrossarækt aðeins nánar. Það ekki hægt að segja að María og Magnús taki hlutina ekki alla leið. Ást þeirra á hestum bar þau alla leið upp í Hvalfjarðarsveit. Nánar tiltekið að Steinsholti, þar sem þau eru með hrossarækt. Hvað þarf maður til að vera hesta hrossaræktandi í dag? Bara fullt af peningum held ég. Það ágætis byrjun. Góða merar, það nú bara númer 1, 2 og 3. Fullt af peningum og tíma. Og voru þið með fullt af peningum þegar þið byrjuðu? Nei. Þetta gengur þetta hægt. Þetta búið að taka, þetta tekur langan tíma. Það svona, ég held að lykillinn að þessu sé að vera bara með góða merar og þá gerist þetta hraðar sko. Þú kemst alltaf í góða græðista. Heppni, já. Nú eru þið bæði bara borgarbörn, þú úr Hafnarfirði, það er Reykjavík, er ekki Hafnarfirði, og þú úr Danmörku. En þið eru komin hérna upp í Hvalfjörð. Hvað á sér stað áður en að það gerist? Bara þetta frábæra útsýni hérna og þá bara gat maður ekki eftir snúið sko. Keyrði bara hérna og ákvæmst að setja stundar. Hérna staður. Ég held að bara nálega við sveitina og fá að vera í ræktuninni að sjá þetta allast upp og fæðast og fyrir utan gluggan bara hjá okkur. Þannig að aðstæðan frábær sko. Þetta svona, hér þetta bara allt sem þú þarft til að stunda hrossarækt sko. Nú alveg hægt að vera í hestum og búa samt í þéttbýli, þú veist, en hver munurinn á að vera upp í sveit og vera með hrossarækt eða vera í þéttbýli? Nálæðin við hrossin bara á öllum aldri. Trippin fyrir utan gluggan og fólalsmerana út í haga sem annars hafa þau verið bara einhver staðar út á landi. Já. Amen. Já, það eru kostir og gallar. Það yfir vetrartíman mjög gott að vera í hesthúsahverfum, þar sem félagskapur upplýst og svona og ef þú ætlar að ríða út á kvöldin. Sveitin náttúrulega, það stenst ekki snúning á sumrin og svona, og það heyskapur og þannig að þetta svona, það hefur meiri möguleika. Kunnuðu alveg tökin á þessu? Vissuðu alveg hvað var að gera? Þið eru fluttuð hingað? Nei, alls ekki. Það náttúrulega bara eins og annað, þetta þarf bara að lærast, skilur. Það ekkert, ég meina, maður gerir mistök og svo verður maður bara að læra þeim, sko. En ég meina... Já, svo fullt af fólki hérna í kring sem alveg tilbúin til aðstoða okkur við heyskap sem við kunnum ekkert á og rollurnar sem við kunnum ekkert á og svoleiðis. Þetta höfum gott fólk. Þið eru hérna fyrst og fremst út af hestunum. Það eru hestarnir sem leita okkur upp í sveit og svo eru þið komin með kindur og hænur og eitthvað fleira. Já, bara eitthvað sýnisótt svona nokkrar en það eru fyrst og fremst hestarnir og það sem þetta snýst sko. Og hvað ætlið ykkur hérna í framtíðinni? Já, bara búa hér og rækta hross og vonandi bara ná árangri í því sko. En bara njóta lífsins. Ekki kannski rétt að taka það fram að þú talar mikið peningum hérna, þá ert þú í annarri vinnu með og svona, þá ert að skaffa auður, eða ekki, í þetta? Jó, það getur ábúinlega erfitt að lifa á hestamennsku eða bara hvað sem sem bóndi, en jú, það önnur vinna sem ég stundar sem heldur þessu svona gangandi. Og það flug, eða ekki? Já. Er þetta eitthvað svipað, hrossarækt og flug? Mjög ólíkt sko. Hvort erfiðar að stjórna hesti eða flugvél? Þetta öðru vísi, hér ertu svona upp í sveit og svo meira trafík og meira að vera í fluginu. Meira álag svona. Þetta er mjög gott saman sko. Þú ert svo hérna allan tíman, byrjið hérna alveg. Já. Og ert komin aftur í þína heimasveit frá þú komst uppalega frá Danmörku? Ég kom hérna 98, var hérna nokkur ár og svo flytti ég í bæinn. Og svo ég komin hingað aftur bara núna, og bara heim. Varst ekki hérna bara á næsta bæi eða eitthvað byrjaði? Ég var á Skipanessi sem þarna aðeins utar. Var þar, þetta bara íslenska fjölskylda mín sem þar. Eru þið alltaf sammála í hrossaræktinni? Yfirleitt ekki. Alls ekki. Þetta reynir virkilega á. Það mjög lítið sammála. Og hvað gerir þið þá?
rífumst og þrösum yfir þessu. ræðum og Þetta er- skiptum hrossunum í tvennt, þannig við eigum sírkvort hrossin. Ég sá það, þeir eru merktir inni, þú veist, Já. og þá er það oft þið eigið eitthvað saman og svo eigið þið eitthvað, Nei. Það er eitthvað minna. hefur því farið fækkandi gegnum árin? Töluvert. Já, ég hef bara svo mikið meira að vita á þessu heldur en María, þannig að þú veist, hún er ekki sammála mér, þannig að þá verður þetta erfitt, sko. Já, Skemmtilegasti parturinn við þetta, hver er hann? Móka skít held ég. Nei, ég meina bara yfir sumatíman þegar, ég veit það ekki, ríða út og vera bara, temja efnilegt trippi úr þinni ræktun, það held ég að sé svona toppurinn. Sagði góðu maður, það skemmtilega við hrossaræktina væri það að þú veist, vonin væri svona 4-5 ár, en vonbriðin væri ekki átt nema bara svona 2-3 vikur og þá getur þú snúið að næsta. þá kemur næsta vonin. Þannig að þá byrjar bara, þú veist, það er svona... Er eitthvað sem hefur komið á óvart, frekar en annan hérna? Einlega bara hversu mikið félagskapur er hérna, maður hefur kynnt hérna nágrannum sem að bara á fyrstu dögum okkar hér sem að kannski tók manni 2 ár að kynnast svipað í bænum þóttum að vera í raðhúsi. Að það er svo rosa mikið félagskapur, rosa mikið af fólki hérna allstaðar og alltaf einhver sem að kemur við og drekka kaffi. Skemmtilega flott óvart. að kynnast það, fólk kemur í heimsókn og það býðum að velkomin. Rissa mín blá, rissa blá, segðu þeim okkar ævintýrum frá. Sjaldan við vorum heima stóðum að við vorum alltaf. Það er ekki margir sem myndu kalla hólur á vegi elskur, en Gussi veghefilstjóri er hins vegar einn af þeim. Já, kannski svo eini. En það er honum að þakka að við hinn keyrum yfirleitt á sléttum og vel löguðum malarvegum. Til hamingju með daginn og takk fyrir að taka á mót okkur á afmælisdaginn. Það verður eitthvað góðu bara. Þetta er ekki bara svona klassískur afmælisdagur, heldur er þetta líka sá dagur sem þú byrjaðir á veghefli, Já, jú. Það kom byrja 8-9 Þannig að í dag áttu 28 ára afmæli, sem við hefum stjóri. starfsafmæli. Já. Til hamingju með það líka. Það er gafir. Það er langur tími. Já, það er svona oft já, það er talið langur tími í starfstíma hjá fólki. Eru búin að vera mikla breytingar. Nei, ég var reyndar á sama heflinum í sama gerða hefli síðan í fyrra, þá keypti ég yngri hefil, sama típu sko Já. og held mig við kandibilar. Þú tókst á mót okkur hérna í þessum fallega fák sem að þið innréttuðu hjónin, eða ekki? Jú. Með reyndar pínu aðstóð. Já. Hverjir eiga hérna? Þetta eru barnaböndin sem eiga þessa myndir. Já, það var skreitt fyrir... Já, og mjög spennandi að koma til okkar í sumartíman helgar í húsbílinn. Þið gerðu þessum þennan húsbíl bara fyrir út af vinnunni þinni á sumrin. Já. Geturðu lýst aðeins fyrir mér? Hvernig ferlið er? Það er nú bara, ég veit ekki hvað að segja, byrja bara yfirlt að leggja hann við Breiðablík hérna á mýrónum og hefla mýrarnar og svo konan bara er hérna í húsbílnum að prjóna. Þannig að þið farið saman fjölskyldan á húsbíl og hefli. Já. Og komið ykkur þægilega fyrir nálægt þeim vegum sem þarf að hefla. Já. Og hérna, svo er hérna einn maður sem er stundum með mér sem við erum að taka inn hérna kantana á veginum og svo setja þetta í röst og svo brjótum við hérna efnið, grjótið og drasli í veginum og hérna og hann er oft með gistir hjá okkur í húsbílinn líka sko. Já, húsbílinn er hérna einhvers skammt undan. Já. Og konan er hérna á meðan. Já. Tekur á móti ykkur. Já, með heita mat á kvöldin og mjög mikill lúxus. Og svo yfirlt helga, þegar ég reynum að taka helga frí sko, þá hérna förum við annarkvort af einhverja bæjahátíð eða eitthvað svona og verðum bara að dúlast helga, förum við aldrei í Stykkishólm helgar. Þannig að það eru svona 3-4 mánuðir sem við erum í húsbílnum yfir sumarið sko. Þetta er svona flökkulíf, faralds. Já. Ég segi ofta að ég sé svona síðasti farand hefurstjórinn á landinu. Út á hvað gengur hérna lagfæring á malarvegum? Akkur eru þeir ekki bara í lagi? Akkur koma þessar hólur? Það er bara bílarnir sem búið til hólunar og ef eigin sé flatir, ekki nóg mikið rís á þeim, þá hérna
koma hólunar og Rís, eiga að vera sem sagt hérna. já, best að hafa sem mest rís á veginn þá afvatnar sig betur. Og þegar við tökum svona kantana inn og hérna brjótum þá náum við efni sem var fyrir sko og keyrast út af veginum og Færast þeir svona smátt saman undan bara þyngd bílanna svona. já. Út af. Þú tókst þetta aðeins lengra, eða ekki, þú fórst út í smíðar, eða ekki, á einhverju sérstöku tæki sem það hægt að festa við veghefili. Jú. Það búið að blunda lengi í kollinum að mér að smíða þetta. Búið að tala um þetta í mörg ár og svo svona smá þróast þetta og viðaði mér efni. Svo tókst það á síðasta ári að smíða svona gúmmívaltara aftar í hefil. Sem þjónar hvaða tilgangi? Þegar maður hérna er búinn að rífa upp efnið og hólurnar eru djúpar, maður næri ekki í botninn á hólunum, þá þjappar maður aðeins honni í hóluna og svo þegar maður fer og dreifur úr efnin aftur þá hérna þjappar maður yfirborðið þannig að bílarnir hérna veit ekki alveg hvað er að keyra veginn, þá komur ekki eins ein för í veginn. Og þá hérna verður að síður dögar heflunum ekki lengur yfir sumarið. Ef þú ert ekki með þetta aftan í, Já. Er það lausari mölin og fer þá... Bílarnir skríða frekar og meiri... Þannig að þetta er líka svolítið öryggistæki? Já. Þetta hérna... Já, bara eftir síðasta sumar sem maður sér malaveginn sig og heflaði hvað endist betur og betra yfirborð á því. Og minna lausefni og sérstaklega þessi vegi sem eru lítil umferð á eins og Kaldadalnum og svona sem grófar efni, það er gott að geta þjappa þetta niður. Verður aldrei þreyttur á þessu eftir 28 ára starf, ertu ekki, enn eitt malavegurinn? Nei, ég segi alltaf þessar hólur, þessar elskur koma alltaf aftur, þessar hólur. Þannig að nei, ég er alls ekki orðinn leiður á því að hefla, alls ekki, það er bara virkilega gaman. Og mér finnst mjög gaman eins og að taka kantaninn og endurmóta, við köllum að endurmóta vegina. Það finnst mér mjög skemmtilegt sko. Þá fær maður skemmtilegt áferð á veginum og kantana fallega. Okkur barst frétt að það væri gömul rétt utan með Ólafsvík og okkur fannst það sjálfsögðu rétt að kíkja á þessa fallegu rétt. Þetta er fjárrétt hérna. Já, þetta er gömul fjárrétt, líklega bara frá því að byggð kom í Ólafsvík. Trúlega er það nú þannig. Og svo hefur bara hver fjárbóndi byggð sinn dilk, bara sumi dilkar eru stærri en aðrir og aðrir eru pínlitlir, líklega eftir fjármagni hjá þeim sem hafa átta. Síðan hvenær eru að tala um, hvað er þetta gamalt? Sko, þetta er líklega bara frá því að byggð kom í Ólafsvík. Hvenær var það? Það er nú að segja frá því, það er bara, þetta var nú verslunarstaður sem fékk viðurkenningu 1700 og eitthvað. Já, þannig að Svo þetta er ábyggilega, fyrstu dilkar eru mjög gamlir. Ég fékk sendar 2 myndir daginn og þær eru ljósmyndir frá því að fólk er að drekka réttakaffi undir veggjunum á réttinni og þær eru framkallaðar 62 en gætu, það er í janúar 62 held ég sem það voru framkallaðar. Þannig að við höfum haldið að réttin hafi verið lögð niður alveg 60. Rotary klúbburinn gerði fyrir mörgum árum uppdrátt teiknaði upp alla dilkana og skrifaði inn á alla sem áttu dilk eitthvað aldamótin. Og við erum með það. Það þyrfti að færa upp þá sem voru síðast með dilka, en við erum með alveg, og jafnvel einhverjir sem voru fyrir aldamótin, ef ég er að tala þá aldamótin 1900. Já. Fyrst hefur þetta verið rétt þar sem að ær voru mjólkaðar eða? Trúlega getur það verið. Og svo í seinni tíð bara hérna til þess að taka sundur
féð fyrir Já, hvern bónda fyrir sig. Hvernig kemur það svo til að þú ferð fyrir hópi sem að gera þetta upp? Ég fór nú í skógræktarfélag í 70 eitthvað, eða alveg 70, þegar rétt eftir að það var stofnað. Og þá voru við alltaf að tala að við þyrftum nú að gera eitthvað í þessu. Svo nú flestir fallnir frá, svo ég hugsa, ég verð nú að reyna að aðtuga með þetta, hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað. Fórstu á stað hvenær? Og við fórum aðalega 2014. 13-14, þá fór ég að sækja leyfi og fá allt sem þurfti. Í rauninni var það aðalega að því þetta er svo gamla minjar hjá eftirlitsmanni Magnúsi í Stykkishólmi sem ég þurfti að tala við. En þetta er nú á svæði skógræktarfélagsins og það var samþykkt þessu og bæjaryfirvöld var samþykkt í. Og ég fekk það með því að ráða hleðslufólk sem væri viðurkennt. Já, menntað hleðslufólk. Af því að það er auðvitað ekki sama hvernig svona er gert, hvernig þessu er raðað upp og hvernig þetta er byggt upp. Nei, þannig að maður bara reyndi að fara eftir því sem manni var sett fyrir. Veistu hverju þarf að huga að þegar svona veggir eru byggðir? Já, það eru góðar undirstöður og annað þvílíkt. Þetta er upprunalegt grjót, ekki? Það er allt grjótið úr réttinu notað. Já, og það er gert með því að... En hún er höfð aðeins lægri, heldur hún á upphaflega réttin. Þetta er félag áhuga fólk sem að koma réttinni upp, eða ekki, sem var stofnað í kringum þetta? Já. Hefur gengið vel að fá fjármagn í þetta? Ég get nú kannski ekki sagt að það gengi neitt rosa vel, en við fengum Guðrún styrkt okkur þarna 400.000. Guðrún Bergmann hérna? Já. Og við gátum ekki notað það árið, notuðum árið eftir og fengum svo viðbóta hjálp frá félögum eða fyrirtækjum eiginlega hérna á svæðinu og gátum látið vinna í 9 daga. En maður þorði nú ekki að fara í skuldir með þetta. Nei, frekar að taka þetta í litlum bitum. Nei, við erum afskaplega þakklátt fyrir alla sem hafa stutt okkur og ég vona að fólk það fara að aukast áhugi núna þegar fólk sér að þetta verður að veruleika. Nú er þetta á svo ofboðslega fallegum stað, útivistastað rétt fyrir utan Ólafsvíkina. Í hvað hyggist þið nota þetta? Eða verður notagildi eitthvað þegar þetta er búið, annað en fegurðin? Þetta verður bara að nota fyrir fólk. Já. Flott að koma hérna saman og grilla og fara með nestingað upptir og sýna gamlar minjar. Já, þetta er svona svolítið eins og völundarhús. Ég get ímyndað mér að þessi gaman að vera krakki að leika sér. Gott að þú kemur á því. Og sagði mér, fóstur sínir hefðu farið og sagt honum þegar þeir komið heim, heyrðu við fundum svo flott völundarhús hjá Ólafsvík. Þeir eru ófáir kollarnir sem Hinni rakari hefur haft hendurnar í hárin á. Hann hefur einnig fylgt kúnnunum í gegnum margar tískubylgjur og lifað af bítlaðið þegar enginn vildi láta skerða hár sitt. Það er notalegur andi í þessu fallega litla húsi sem eitt sinn hýsti símstöð og vinsælt er að líta þar við, fá sér kaffibolla og fara yfir stöðu mála. Og hvers vegna byrjaðir í hárgreiðslu? Já, bara því alltaf langaði til að verða rakari. Var þetta bara alveg frá því þú varst krakki? Já, smá pólið 12-13 ára sem var ákveðin í því að verða rakari. Var eitthvað sem að kveikti áhugann? Nei, ekki beint. Það var bara einhvern veginn þetta heillaði mig. Já. Kannski ég fór á rakarastofu þá var eitthvað sem mér fannst spennandi við þetta. Já. Byrjaði 18 ára að læra. Og þú lærðir hjá honum? Jóni Hjartarsinni sem er hérna með rakarastofu var í bænum. Já, hann er ennþá starfandi, Hann er ennþá starfandi, já, meistarinn. Hvað ertu búin að vera lengi hér? Ég er búin að vera rúm 50 ár. Svo stofu síðan 1965. Þá opnar þú hérna? Já, ég tek við stofunni. Tekur við, já. Þá má búið að vera hárgreiðslustofa. Það var búið að rakarastofa síðan 37. En þetta hús er upphaflega byggt sem símstöð. Já. 1925. Og missir síðan hlutverk einhvern tímann
setna? 35 Já. og eins og ég sagði, þá var verslað hérna í 2 ár Þá er og verslun aðalega með ritfög því að skólinn var hérna við hliðina. Já. Þá var þetta líka, þetta svæði hérna, þá var þetta miðbæ, Miðbærinn alveg, já. Allar verslarandi hérna í hópum hér, bakari og fleiri apótek hérna rétt, já, matvöruverslanir. Já, þetta Þetta var hefur alltaf verið þetta litla svæði hérna. Auðvitað. Já. Það breyst alveg dýfulega mikið, ósalega mikið. En alltaf hérna húsið. Já, það stendur fyrir sínu. Það er ekki hægt að komast því að þið sjá það. Nei. Það stendur þessu öllur og. Já, þetta er gott hús og góð sál að vera, gott að vera hérna. Það er gott andrúmsloftið, maður Já, finnur það. mjög gott, ótrúlega gott að vera í þessu húsi. Hvað hittist þessi hópur hittist á föstudögum? Títjan oft til mín. Komið hérna þegar við mótan það var labbáslis. Kom og spjalla. Hefur ekki fyllt rakarastofum og hárgreiðslustofum, svona svolítið þar er púls bæjarins? Það er allavega, við vitum ýmislegt. Já. Margt spjallað, jú, ég held að maður alveg taka undir það. Ertu stundum í hlutverki sáluhjálpara? Já, ég segi það nú kannski ekki. Nei. Hefur engin grátið vörslunarinn? Nei, engin grátið vörslunarinn. Nei, þetta er svona yfirleitt bara mjög gaman, skemmtilegt. Þetta tækifærið er eitthvað sem þú vilt segja okkur? Já, lett áður. Já, ég get alveg komið hingað eins og eitthvað annað til þess að létta á mér. Létta þér, já. Er það styrktið? Nú er þetta svo lítil eining hérna. Já. Er þetta minnsta hárgreiðslustofa landsins? Ég gæti trúið því. Þetta er alls að koma inn í stórar verslunarkeðjur þessar rakarastofu kannski sem að... Svo er annað, þetta er, ég held ég sé búin að fá staðfest, þetta er elsta rakarastofa á landinu í sama húsnæði. Sem hefur verið samfleytt? Alltaf í sama húsnæðinu. Já. Semst 8-10 ára á þessu ári. Já. Ertu byrjuð að þjálfa ykkur hérna? Nei, reyndar ekki. Liggur ekkert á. Þetta er allt í athugun. Já, þetta er allt í athugun. Hann verður að bera ábyrgð á okkur með að við... Já, ég hef nú sagt á stundum að ég get nú ekki hægt sko meðan mistara minn er að. Hefur hún ekkert maður mistekist að klippa ykkur? Hafið ekkert tíma lappað út ósáttir? Ég hef aldrei fengið sár á eyrað hjá hann. Aldrei klippt í eyra? Hefurðu klippt í eyra? Engin, það heldur því fram hérna einn ágætur maður í bænum, ég hafi klippt í eyra þegar ég var að byrja að læra. Ég þræti alltaf fyrir það. En þetta er miklu svona herralegri tíska í dag, finnst mér, heldur verið áður. Eða svona það var ofta á tímum. Já. Miklu svona, já, mér finnst hún herralegri, skemmtilegri. Hvað finnst? Sneggri klippingar. Já. Og svona fínni. Ég safnaði aldrei hárið á bíla. Þú gerði það ekki? Af hverju ekki? Ég veit það ekki, ég veit náttúrulega ekki til þess. Og þið áttu svo góðan vin í klippi? Ég er bara alltaf rækana. Svo fylgdi þessu líka þessu tímabili þegar bílarnir voru, þá fylgdi líka klæðaburðurinn. Hann var svona, druslulegri. Til að sjá ungt fólk í dag er miklu betur smartara miklu smartara klæð. Fórst þú inn í bílana alveg? Já, ég allavega var að klippa hérna þá og þá var það ekkert að gera. Þá fór ég að selja bíla, ég var með bílasölu á tímabili. Er það? Var bara lítið að gera á hárgreiðslustofu? Það var ekkert að gera hérna, ekki á rakarastofunni. Það var bara opbóðslega lítið að gera á þessum árum. Þá fór ég að selja bíla og seldi bíla hérna á landinu. Nú, hérna fyrir utan? Já. Var þetta þá svona bílasala og rakarastofa? 10-15 ár. Fyrstu bíli sem ég keypti hérna? Já, einmitt það. Í alvörunni? Og hvað fórstu þá og lést klippa þig og komst óvart? Nei, bara með hálfinn og herðar. Já, það var ekkert að klippa. Það var það sem líka var, kannski var athyglisvert, það fannst mér, hann segir að það var ekkert að gera, menn voru ekkert að láta snitta sig. Nei, þeir söfnuðu bara hárið. Söfnuðu bara hárið. Það var svo lítið. Svo voru strákan, ég man að þessu ungu strákan, þeir voru hálf hræddir við rakarann, þeir tekið svo mikið. Já, þeir tekið svo mikið. Þorðu ég ekki að koma inn á rakarastofuna. Við segjum þessu þá lokið hérna frá Akranesi í kvöld og sjáum ykkur eftir viku á sama tíma, klukkan 8 á mánudagskvöldum. Viltu að ég lappa út mynd eða? You were only waiting for this moment to arise.
Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.